Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í lífið á Hringbraut sem var í næstu klukkustund eða svo. Eftir 15 mínútur ætlum við að kenna fólki að gera sig í brók, sérstaklega köllum í þættinum Herrahornið. En þar á eftir verður Helgi P. með þátt sinn Okkar fólk, þar sem hann hugar að málefnum fólk sem komið fram yfir miðjan aldur. En við ætlum að byrja á nýsköpun og aftur nýsköpun. Linda Blöndal þekkir vel til fólk sem að sinna þeim gera lífsins. Við viljum að byrja á súkkulaðinu. Það eru þessi 10 teymi sem eru hérna í Reykjavík Startup eða Startup Reykjavík. Við byrjum að sjálfsögðu á súkkulaðinu. Stelpur, sko þetta sem þið haldið hérna á, þetta er það sem við vinnum hráefnið. Já, þetta er það sem við vinnum súkkulaði úr. Já. Þetta er ávöxturinn sem að kakóbaunirnar koma úr. Er hann síðan brotinn niður eða? Þetta er við opnum þetta og kakóbaunirnar koma innan úr þessu. Eins og þessar baunir eru hér? Þetta er þetta ristar þessar. Það er búið ristað Það þær? er búið ristað, annars er það að gerja þar inni. Já, einmitt. Og endilega smaka, það er rosa gott. Það er komað sem sagt beint frá Tansaníu. Það er svona brennivínsbragð. Já. Það er eitthvað svona rosalega skrítið. Nákvæmlega. Það er mjög mismunandi hvað fólki finnst þetta. Sumum finnst þetta virkilega gott og geta alveg hámað þessi en mér finnst þetta ekki gott sko. Nei, þetta er ekki að besta sem ég hef smakað. En súkkulaði okkar er hins vegar það besta sem við höfum smakað. Já, hrikalega gott. Það er nefnist Moon Chocolate sem sagt og þið byrjuðuð á þessu, já kannski bara byrjum að byrjuninni hvaðan kom hugmyndin og þið eru nú eiginlega yngsta teymið hérna, er það ekki? Já, sko náttúrulega hugmyndin byrjaði bara í Versló. Það var frumkvöðla áfangi og við vildum gera einhverja vöru sem að myndi ná til sem flestra og þannig ákveðum við bara, við hugsaum með okkur hvað var eitthvað sem við vildum kaupa sjálf og þannig kom upp hugmyndin með súkkulaðið. En við erum búin að breyta nafninu okkar núna úr Moon Chocolate yfir í Sölva Chocolates. Sem er þá íslenskt nafn. Já, við vildum tengja þetta Hálfpartinn. Já, Norrlenskt svona nafn. Já, við vildum tengja þetta meira svona við Norðurlöndin, hafa þetta meira svona skandinavískt. En fannst þið ykkur vanta gott súkkulaði á markaðinn eða hvernig var það? Algjörlega, ég meina það er bara eitt fyrirtæki sem gerir sem sagt á Íslandi súkkulaði bara frá bauninni sjálfri. Og það er Omnum, þannig að það er klálega markað fyrir Íslandi og við sáum það alveg þegar við vorum að framleiða hérna í Íslandi að það var mjög mikil áhugi og fólk býður spennt eftir næstu framleiðslu. Ég skil. Þannig að við erum alveg að halda fólk að tánum. Þið eru sölu hugleiðingum við það? Já. Þannig að við erum líka búin að, fólk veit að núna í sumar er búin að sjá fyrirtæki vera breyta nafninu og vaxa á nafna og fólk veit að við erum búin að vera svolítið í fjölmiðlum núna. Tókum líka þátt í keppni sem heitir Junior Achievements og þannig að fórum til Sviss í hana og keppi henni, þannig að það hefur líka svona, aukið áhuga fólks. Hvernig gekk í keppninni? Við unnum á Íslandi og komumst þar leiðandi út til Sviss sem var bara gríðarlega mikil reynsla og gaman, en við unnum samfélagsvelirinn þar úti. Hvers vegna? Hver var rökstuðningurinn fyrir því? Við fengum flestu lækin á Facebook. En ég segi í dag þá skiptir svona miklu máli hvernig markaðssetja á samfélagsmiðlum og það er bara topp 5 mikilvægt sko, þannig að það er orðið bara, það er framtíðin sko. Þetta er framtíðin. Hvert er síðan ferlið komið? Eru þið búin að fá ykkar eigin framleiðsluvélar eða hvernig ætlið að hafa þetta? Já, þær eru bara á leiðinni til landsins akkur núna og eru bara að lenda hérna í loka ágúst og þá getum við bara loksins byrjað að framleiða aftur. Já, og við erum búin að gera samninga við fyrirtæki og búðir og þannig við erum búin að vera að gera alla undirbúningsvinnuna og markaðssetja þetta og slíkt. Hvað framleiðir súkkulaði? Við erum með húsnæði í Askalind í Kópavogi og einmitt núna erum við að setja á stað söfnun í Karolínufond til að bara hjálpa okkur að kaupa vélar og fjármagna. Þannig að ef þú kaupir bara fyrir 700 kallaði meira fjármagnar fyrir 700 kallaði meira þá farið þau búið í súkkulaðipartí í Askalind og þar farið ókeypis súkkulaði, þannig að þetta er bara win-win situation. Endilega styrkja okkur og það verður stuð þar og það ætlum við að fagna þegar þetta byrjar. Já, fyrirgefðu, en þið eru 5 talsins, strákarnir eru fjarverandi. Það er endar 1 strákur. Það er bara 1 strákur? 1 strákur, já. Það er Svennin okkar. Hún er alveg. Sölvi? Nei, ekki Sölvi. Og svo er Áshildur. Það eru þau 2 sem eru með okkur. En hvaðan hafið þið fengið fjármagn? Við fengum 2,4 milljónir frá Arion banka og síðan fengum við fjárfesti. Já. Einn fjárfesti? Já.
Og hver það, má segja frá því? Nei, það ónafngreindur aðili. Engillinn okkar. Engillinn okkar, englafjárfestir. Já, þetta nefnilega sko, það ákveðin hugtök í þessum bransa sko. Það eru englafjárfestar og svo kjölfestu kannski fjárfestar og fleira. Hvað englafjárfestir? Það í rauninni bara fjársterkur aðili sem að sýnir einhverju fyrirtæki eða eitthvað svolítið áhuga og vill setja sinn pening inn í það án þess að vera opinberlega fjárfestir. Og engill. Hann ákveðin engill sko. Engill, svolítið fallegt. Þannig að það hefur gengið vel og það ástæðan þess að við getum núna bara byrjað og erum komin svona langt. Það eru bara svona einstaklingar sem hafa bara persónulegan áhuga á verkefninu, hafa pening og setja þeir en vilja ekkert fá neina athygli. Nei, eins og við sjáum líka bara að við erum kannski ekki eins mikið að það eru mörg upp hérna og slíkt sem þurfa meiri herri fjárhæðir heldur en við. Við erum ekki alveg að fara að skilja miklu peningi til að byrja með, þannig að við erum kannski erfiðara fyrir okkur að fá fjárfesta heldur en aðra sko. Við erum að byrja með minna fjármagn og svo ætlum við bara við erum bara byggja okkur upp smátt og smátt. Við ætlum frekar svona að vinna þannig. Já. Uppskeila eins og maður segir. Og við líka bara erum svo ótrúlega mikið að slæra til þess að Startup Reykjavík, þetta er frábær lærdómur, frábært námskeið og við erum að læra svo ótrúlega margt hérna, hvað sem gerir þá er alltaf að fara að skilja svo ógeðslega mikið eftir sig og við lítum líka mjög mikið á það, við erum alltaf að læra. Peningurinn er ekki allt sko, við erum bara að fá fullt af tækifærum og hitta fullt af flottum mentorum hérna og það er það sem skiljur eftir. En nú er talað að það sé ekkert eins sko að stofna bara fyrirtæki og síðan nýsköpunarfyrirtæki. Hvað hafið þið lært að svona kannski munurinn sé? Þetta er bara svolítið meira ströggl að vera að starta þessu alveg frá grunni, vera að gera allt sjálfur og margt sem kemur upp á og maður að læra ýmislegt og svona. Einhver plön og þú verður að breyta þeim kannski með einhverjum fyrirvara. Algjörlega stundum bara alveg að snúa við fyrir alltaf rátt en maður er náttúrulega bara að læra endalaust af þessu. Það er líka svolítið gott að við lítum það að kosta að við erum ung þannig að við, okkar plönum væri hvað sem er að ferðast en þetta er bara, nú tökum þetta við búum öll heim í okkur þannig að við erum ekki að tapa mikið á þessu. Þetta er bara, þetta er svona frekar góðu tími myndum að segja líka til að taka þátt í ykkur svona. En hvernig gengur ykkur, sko, nú þið eru svo ung, hvernig gengur ykkur að koma ykkur bara á markað og selja þetta? Sko ég myndi segja vel að því, við þekkjum, svo samfélagsmiðlar, þetta er okkar, við kunnum það, við erum þar skilurðu og það er svona kannski okkar, kostur en líka bara, ég veit ekki, fólk er kannski líka svolítið skotið að við séum svona ung sko og sér líka, tækifæri í svona, það er kannski líka svolítið að vinna með okkur skilurðu þannig að við þurfum að halda áfram bara að gera eitthvað nýtt og spennandi. En nú vil ég fá lýsingu á bragðin af súkkulaðina því nú er ég bara búin að smakka baunirnar og hérna næmir ég síðan seinna eitt stykki. Hvernig bragðir að þessari afurð ykkar? Himnast bara. Þetta er sko. Við verðum með 4 bragðtegundir. Alltaf í söluhugleiku. Alltaf í söluhugleiku. Nákvæmlega. En þú var náttúrulega bara að koma, við komum bara með tíðin þegar þetta verið tilbúið. En þetta er sko svona, það er ógeðslega erfitt að lýsa þessu. Sko við verðum náttúrulega með 4 bragðtegundir. Við verðum með bara mjólkursúkkulaði sem verður skreytt með kakósmjörslitum sem er svo svolítið brandi sem við varum búin að. Já, þetta er svolítið flippað og litríkt. Já. Og það verður svoleiðis, svo verðum við saltkaramellin okkar sem var bara okkar vinsalasta tegund, það alveg seldist upp bara strax, þannig við ætlum að halda áfram með það. Svo ætlum við að koma inn líka með 70% dökkt súkkulaði og líklegast við verðum með ber eða eitthvað svoleiðis í því og hvítt súkkulaði. Þannig við ætlum að vera með alls konar svona. En kann maður bara búa til súkkulaði? Hvaðan kemur sú þekking? Nákvæmlega. Við erum ekki lærð, við erum bara sjálflærð, þetta er allt bara eitthvað sem við erum búin að vera að afla okkur þekkingar og svoleiðis. Þetta er náttúrulega mjög langt og svona flókið ferli svolítið. Hvaðan koma þessar? Þetta kemur beinustu frá Tansaníu. Þeir tína þessa kakóávaxti af trjánum sjálfum. Í Tansaníu? Í Tansaníu. Og við settum okkur einmitt í sambandi þá og þeim finnst snilld að kakóböndar sé að koma alla leið til Íslands. Þetta er hljóðfæri líka? Þetta er hljóðfæri. Já, nefnilega. Þannig að þeir vita okkur og þeir eru mjög spenntir fyrir framhaldinu. Já, þeim finnst alveg magnað að þetta sé að koma svona langa leið alveg til Íslands. Verður þetta svona hágæða súkkulaði og mjög dýrt þá? Ekki mjög dýrt, við ætlum að fara svona millivegin en já, þetta er hágæða súkkulaði. Þú ert líka að kaupa bara svona ákveðna upplifun með þessu, og verður svona með ákveðið brand og þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki sama, þetta er hágæða súkkulaði út af kakóbönnunni. Eru þið vissum að þetta sé svona, hvað maður að segja, það sé engin barnaþrælar að týna þetta? Já, við erum stundum fair trade viðskipti.
Fair trade. Já. Þetta sem sagt, við erum í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Kakao Mili og þeir eru, að nota hagnaðinn, þeir eru að borga böndunum meiri heldur en, venjulegar og þeir eru að nota hagnaðinn til að byggja upp samfélagi í Tansaníu eins og munaðarleysingahæli, spítala og skóla og svoleiðis. Og við viljum vera í miklu sambandi þá til að vita nákvæmlega bara svona hvað að gerast núna í samfélaginu þessa stundina. Þið verða að fara út. Já, svona, það planið. Þess við erum að hugsa núna. Það er alltaf planinu. Það er alltaf planinu. Þeir vilja fá okkur í heimsókn, sko. Hvenær getur maður svo nálgast súkkulaði ef það hefur ekki komið fram? Bara í september. Við verðum með netsölu, sem eru líka komið til nokkra búðir, það er bara þegar að ganga frá þeim samningum, þannig að það mun bara allt verið komið ljós. Og það er alltaf vefsíða, þá getur þú bara, sér allar sölubúðir og slíkt, sko. Og þannig að þetta bara er að gerast. Og við hefum alltaf aldrei komið svona langt nema við hefum ekki verið í Startup Reykjavík. Þannig að þetta er náttúrulega bara æðislegt. Geggja ævintýri. Annars hefði ekki verið nákvæmlega. Algjörlega. Selva súkkulaði, Selva chocolate. Selva chocolate, já. Takk stelpur og gangur. Takk hérlega.